leiði til ofbeldishegðunar. Það hefur verið færstu röksemdir fyrir að sýna fram á að svo ekki. Ekki nema að sé einhverju það aðri þættir sem hafa komið til líka. Einmitt. Ég held að það sannast bara að fornkvæða að allt best í hófi. Já, einmitt. Vissulega. Já. En sér þú fyrir þér að þetta sé eitt af því sem við eigum að horfa til núna til framtíðar þegar við erum búin að vera krafla okkur hérna út úr þessum erfiðleikum? Tölvuleikja framleiðsla og upplýsingatækni í iðnaðurinn er hiklaust eitthvað sem að okkur finnst og mér finnst að eigi framtíð fyrir sér á Íslandi. Við höfum gífurlega mikið af gáðu fólki, drífandi fólki sem er tilbúið til þess að prófa að stofna fyrirtæki, prófa að vinna úr hugmyndum sínum. Það er eitthvað sem að gæti hjálpað. Við höfum náttúrulega, maður á aldrei að setja öll eggin sín í eina körfu en að sjálfsögðu á að búa til betra umhverfi fyrir þetta á Íslandi alveg eins og það verða að búa til gott umhverfi fyrir annan iðnað. Þá aðeins að keppninni, hvert á fólk að leita? Hver eru upplýsingarnar? Það eru kannski 3 hlutir sem við erum helst að benda fólki á. Já. Það er núna á 5. morgun, annað kvöld klukkan 8:30 í Hugmyndahúsi Háskólans í Grandagarði. Þar erum við með fyrstu svona almennilegu kynninguna á þessu og í framhaldi af því kemur maður framleiðandi frá CCP með kynningu og sinni sérþekkingu. Á laugardaginn er fyrsti svona vinnu kynningafundurinn eins og við erum verið með og verða þar meðal annars Hilmar Veigar, forstjóri CCP og framkvæmdastjóri Gógótsvík Jónas Antonsson meðal mælanda. Já. En svo lokum þá er að heimasíðan hjá okkur igi.is. igi.is. En sem sagt, og þannig að þeir sem eru að hlusta og eru áhugasamir, þetta er nú opið fyrir alla, kostar ekkert, það er bara áhugin sem að þarf að hafa. Já, ef það er bara smá forvitni þá endilega kíkja og það er engin skuldbinding í þessu í raun og veru, þannig að bara endilega kíkja og sjá hvort þetta er ekki eitthvað fyrir fólk. Hvað með stelpurnar? Ég verð að spyrja því í lokum. Það það? Það jú, vissulega eru þarna. Ekki, kannski, það er ekki jöfnkynjahlutföll, við ætla alls ekki að reyna að halda því fram, en það er alltaf meira og meiri áhugi hjá stelpum, hjá konum, að koma inn í þennan geira, hvort sem það er þá tölvugeirinn almennt eða leikjaiðnaðurinn, hiklaust. Eru leikirnir alveg sniðnir að báðum kynjum eða hvað? Já, sumir eru sniðnir að báðum, aðrir eru meira sértækir til karlmanna eða kvenmanna, en það finna allir eitthvað fyrir sinnsnúð. Einmitt. igi.is fyrir áhugasama. Kristján Friðbertsson og Arnar Hrafn Gylfason, takk kærlega fyrir komuna.